Henrik Þórðarson. Já. Henni, þú gerir lítið fyrir og skrafst á Evrópumeistaramóti í Tyrklandi í pílukasti hérna í haust. Já. Hvernig upplifun var það? Heyrðu, þetta var frábær skemmtun og mjög gaman að sjá alla þessa spilara sem eru þarna. Það voru margir heimsmeistarar meðal keppenda þarna frá Englandi og alveg frá Englandi, en hollenska liðið var enda best. En þetta var mjög gaman, en hins vegar sé það að Íslendingar eiga dálítið langt í land. Við þurfum að æfa okkur dálítið mikið. En ef ég maður rétt hafa lasið einhverstaðar eða heyrði að þú náður að vinna legg? Ég vann allan að 3 leggi sko, en ég spilaði við mann frá Serbíu sem var nú talsvert mikið betri heldur en ég, og ég átti að vinna fyrsta. Fór á svona smá stress, hafa hann ekki, tók svo annan legginn og þá var svona eins og hann átti að sagði, heyrðu, þessi snjókall hann getur nú kannski kastað aðeins, og setti bara í hærri gír og rústaði mér. Var glæsileg aðstæða það sem þetta var haldið? Já, þetta var í ráðstefnusal Hotel Grand Haber Kemer, og þetta voru 3 salir sem voru undirlagðir undir pílukast sko. Og þetta var mjög fínt, en hitinn var alveg óbúslegur. Það var náttúrulega slökk á loftræsninguna meðan að spila, því að hún hefur áhrif á fjæðirinnar á pílunum. Þannig að fljótlega eftir að byrja að spila þá var orðið bara 30-35 stiga hiti þarna inni og maður svitnaði bara eins og ég veit ekki hvað sko. Snjókallinn hefur orðinn blautur? Já, við vorum það öll þarna frekar. Það var gott að hafa drykki þarna fram og kalda til að kæla sig á milli leikja. Væri til að fara aftur í svona mót? Já, alveg klárt mál. Henni, þetta nú ekki í fyrsta skipti, við sendum áttum fulltrúa á Norðurlandameistaramóti í fyrra árinu, var það ekki rétt hjá mér, Guðrún? Já, Guðrún fór út og spilaði á Nordic, sem eru þá Ísland, Danmörk, Finnland, Svíþjóð og Noregur. Og hún fór og tók þátt í fyrsta skipti sem fyrir kvenmennina. Það var reyndar að fara 4, en það fóru bara 2. Hún og Ólafía Lóa frá Siglufirði. Og já, Ísland heldur þetta mót sem sett 2014. Þannig að það stefna núna allir píluspilarar að því að vera með í landsliðinu þá, en það eru ekki nema 8 kallar og 4 konur sem fá að vera með. Þannig að þetta í raun góður árangur hjá okkur Akureyringum og þessar ungu pílundelt hérna hjá Þóra að vera búin að taka þátt í 2 stórmóti núna þessu ári. Já, og að komast bara í landslið er mjög gott sko, því að það náttúrulega alveg fullt af spilunum fyrir sunnan. Það eru miklu fleiri spilarar fyrir sunnan heldur nokkuð tíma hér sko, og búin að vera lengur náttúrulega að. En við stefnum ótrúið að fá fleiri landsliðssæti. Segir mér bara almennt svona að píludeildin hérna, hvernig gengur starfið? Hefur orðið aukning á iðgjöldum eða standi í stað eða hvernig stendur þetta hjá okkur? Sko, það er að koma nýjir spilarar, en svo að detta út gamlir sem að reyndar komi yfirleitt aftur, eða maður sér þá, þeir kannski taka sig hvíld hálft ár, koma svo inn, og vetrarstarfið hjá okkur svona aðalega janúar fram í maí. Og sumir sem maður svona hálfpartinn neyða sumar til að spila núna af því að þeim finnst þetta ekki vera eiga að byrja fyrir í janúar, en þar sem við erum með stigamót einu sinni í mánuði allan ársins til að komast til landsliðið, þá verðum við náttúrulega að halda út í mótum allan ársins og reyna að gera eitthvað meira heldur en bara þessi stigamót, því að annars er maður bara eins og hálfviti hérna í júlí og ágúst þegar maður að spila sko. Svo erum við með fyrirtækjakeppni í gangi núna, hvernig gengur hún? Það gengur mjög vel, það eru 8 lið og síðasta kvöldið í riðlakeppni fer fram á miðvikudagskvöldi næsta og það verður hrein úrslit í 4. sætið, hverjir komast áfram, og svo verður úrslitakeppni í því á miðvikudaginn eftir rúma viku, og svo í sömu viku þá verður við með jólamót píldeild Þórs og Kjarnafæði, þar sem verður jólastekkin í boði í verðlaun og tvímenningsmót þar sem að dregna saman vanir og óvanir, og svo aftur á milli jól og nýjárs þá verður flugeldamót með sama fyrirkomulagi, tvímenningu spilaðir og 501 þar sem dregna saman vanir og óvanir og flugeldar vonandi verðlaun. Það eftir að vinna í því, en það verður. Þannig að þú segir að draga saman vana og óvana, þannig að svona menn eins og ég sem eru grænir á milli Erlan hafa aldrei komið í pílu. Ég ætti smá séns í jólastek frá Kjarnafæði. Já, síðasta ár þá fékk maður
Þessast, mér minni nú að Hrannar hafi unnið þetta í fyrra og sá sem var með honum kom og spilaði í fyrsta skipti í einhverju 2-3 mánuðum áður. Flugeldamótið í hitti fyrra og þá vann Aðalsteinn og með Silvíu sem vinnur á Rafeyri var að koma að spila í fyrsta skipti og þau unnu sem sagt fyrstu verðlaun í því móti. Þannig að henni ertu til í að hægra þessu þannig, ég lendi í liði með þér og komist í júlastykkjana? Ég var náttúrulega að draga þannig að það er kannski voðalega vont fyrir mig en ég get kannski látið einhvern annan draga og biðja hann að gera það svo leið sko. En við náttúrulega reynum að draga vanan og óvana saman svo lengi sem við höfum nógu marga vana. Ef að óvanir verða fleiri en vanir þá náttúrulega því miður verðum við að draga einhver óvana saman en það verður að koma í ljós. En það er allt heiðarlegt? Það er allt heiðarlegt í þessu. Það er ekkert gaman að svindla í þessu og maður vill helst ekki svindla mikið sjálfur. Svo langar maður að minnast á eftir ánum og þá byrjar þetta nú svona fullum krafti hjá okkur miklu meira. Í febrúar verðum við til dæmis með Íslandsmóti í 301 sem er ein útgáfa og Akureyri Open í fyrstu helgin eftir páska í apríl. Við erum náttúrulega með meistaramót Þórs í cricket og 501 og svo er með deildakeppni hérna líka sem byrjar í janúar og tekur 8 kvöld. Þannig að það er nóg að gera og opið alltaf hjá okkur á mánudögum og miðvikudögum frá klukkan 8 og allir meira en velkomnir. Og það verður hægt að fá lánaðar pílur hérna og pílur til sölu. Það bara verið að vinna í það að panta þær og fá þær á staðinn. Bara svona rétt til lokin, er þetta dýrsport? Eru pílurnar dýra? Við vorum að selja hérna pílur núna á 2.000 krónur settið. Og upp í 6-7 þúsund kannski en við verðum með mest á þessum verði 2.500 kannski 3.000 skall. Þannig að nei, það er ekki dýrt að byrja, spjaldi kostar 10-12 þúsund eitthvað svoleiðis og pílurnar þá 2-4-6. Svo náttúrulega getur þú fara að keypta á netinu bara upp úr en þú þarf náttúrulega ekki að byrja á svoleiðis en það er ágætt að eiga mörg sett sko. Svo langar mér náttúrulega að minnast á það hérna í sambandi við þessa utanlandsferð mín að þetta var náttúrulega ekki alveg ókeypis að gera þetta og það voru nú alveg fullt af fyrirtækjum hér í bænum og aðilum sem að styrktum ég held hérna 3 styrktamót. Fekk jafna vinninga frá fyrirtækjum eins og Húsasmiðjunni, Bíkó og já, fleirum og fleirum fyrirgefið, ég man ekki allt í augnablikinu, ég á nú eftir að reyna að koma einhverju frá mér, þakklætisbréfum og öðru, en hérna, þess að þetta kostaði já, kringum 200.000 sem ég þurfti að borga meira og minna sjálfur, ég fekk nú styrki frá deildinni og IPS, en eins og ég segi, það voru hérna einstaklingur og fyrirtæki hér í bænum sem að styrktu mig til faran og ég þakka kærlega fyrir það. Það er vel gert að stíga á bakvið. Já, það var mjög vel gert og ég hefði ekki getað farið öðruvísi heldur en að fá þennan styrk. Þetta er glæsandi og bara gangið vel. Takk kærlega fyrir.